Jæja, krakkar, nú ætlum við að lita hérna fyrstu myndina í bókinni. Ég svo spenntur að byrja. Hérna sjáið þið nú bræður mína tvo, þetta allavega kertasníkir, það eitt sem víst Hann nefnilega heldur á kerti hér. Og þeir eru að skauta hérna bræður mínu. Ég ætla að byrja á því að lita stjörnurnar og ég ætla að hafa þær svona gular. Jæja. Núna tökum við hér. Hérna þar var nefnilega stjarnan á trénu, ég ætla að hafa hana líka gula. Þetta ekki fínt, krakkar? Sjáið þið? Núna ætla ég að lita grindverkið, ég ætla að hafa það svona brúnt. Svona, já. Svona! Ég held að grindverkið sé komið. Þá það jólatréð. Við ætlum að lita það svona grænt. Tökum svona grænar. Sjá. Jæja. Þetta ekki fínt hjá mér? Já. Ég fór aðeins út fyrir hérna en það allt í lagi. Rosalega þetta fínt. Ég veit ekki hvort að bræður mínu séu sama sinnis en hérna þá ætla ég núna að lita hérna bara bræður mína. Þær eru hérna rauði náttúrulega. Þá það spurningin með bara hvaða rauði það verður sko. Þessi nú rosa svipaður. Tek þennan hérna. Nei, þarna eru fleiri með. Tökum þennan. Og þá það náttúrulega hérna, við pössum okkur að lita hérna þar sem að rauða sko, ekki lita inn í það sem að hvíta sko. Hérna. Já, nú annar að koma. Ég búinn að lita aðeins út fyrir, en það allt í lagi. Það allt í lagi. Æfingin skapar nefnilega meistarann. Þá það bróðir minn. Kertasníki Lepp Lúðarsson hér. Svona hann fínn maður. Ég held að þetta sé komið. Ég held að það komi ljós bara þegar ég búinn að lita hérna sylgjuna og eitthvað svona. Ég ætla að nota nú dökkan í það. Tökum svartan hér. Setjum í sylgjuna hérna á beltinu. Ég hefði átt að lita sylgjuna öðruvísi sko. En það líka allt í lagi. Hún má vera aðeins öðruvísi á litin. Og svo þið viljið lita jólasveinana eitthvað öðruvísi á litin. Það líka alveg ekki í lagi sko. Það engin regla í þessu svo sem. Herðu, þá það núna, krakkar. Eigum við að lita núna kertið, já. Litum það svona gult. Það spurning hvernig vaxið á litin, sko. Vaxið sennilega, sko það náttúrulega hægt að fá rauð kerti. En ég að velta fyrir mér að hafa bara svona. Og, já, þetta fínt. Og pokinn, hann þarf náttúrulega að vera brúnn. Já, þarna pokinn kominn. Og þá það skónni, sko. Það spurning hvernig við viljum hafa skónn á litin. Ef við ekki hafa þá bara einhvern veginn svona dökkbláa eða eitthvað svona. Jæja, þá skautarnir klárir. Þá förum við í, tunglið, ég búinn að gleyma því. Hefur ekki litað tunglið? Höfum við það líka gult. Svona. Og þá það náttúrulega greni hérna fyrir ofan. Það náttúrulega grænt. Eða ekki grænt greni. Þá tökum við hérna yfir. Svona, já, heyrðu, þá þetta alveg að gerast. Heyrðu, ég þarf að lita framan í það líka, má ég sjá. Þá þetta komið. Þá ég að spá ég að lita svellið með þessum, en hafa lita rosalega laust, af því að það verður alveg að vera svona alveg rétt svona aðeins bara svona einhvern veginn. Ætlið þið séu á hjartasvellinni í Hafnarfirði. Svona. Nú fer þetta alveg að vera tilbúið. Heyrðu, þá pakkarnir. Þannig að hafa þá eitthvað skrautli á litin. Það hérna svona bara. Svona fjólubláan. Heyrðu, já, núna hérna ég að pæla í að lita líka himininn. En það ætla ég að gera líka svona laust eins og ég gerði við svellið. Þá ætla ég að nota dökkbláan. Gerum þetta að byrja með hérna. Svona. Já, nú þetta að verða komið, krakkar. Himininn orðinn blár. Og það kominn litur í þessa félaga. Ég ætla að segja að það sé snjór hérna, þannig að þetta bara, þetta ekki flott hjá mér?